Ég veit ekki hvort þetta verður stemningin á innþingi næstu viku. Sigurður Hannesson, velkomin í þáttinn. Það tætum og trillum með stuðmunum. Já, það mitt. Það ekki svona, gefur þetta tónin? Við erum alltaf að leita samhljómi og stuðmenn hafa samlega að finna hann í gegnum tíðina. Heldur betur. Og skrifa Íslandssöguna bara. Já. Velkomin í þáttinn, Sigurður og Hörður Ægisson. Þú nú komið hérna nokkuð sem maður. Já. Það hefur komið fyrir að þú hefur búið mér. Já. Það mæti ég. Sko ég veit bara ef ég byrja að tala innþingi núna þá missi ég Sigur bara í það, þannig að við ætlum að koma því setja þættinum. Þannig að velkomin, gaman að sjá okkur, bara frábært að fá okkur þáttinn. Það sem leiðis. Við ætlum að, ef við byrjum bara einhver staðar, við sáum bara verðbólgatölur í morgun, svo við höndum okkur beint í djúpulægina. Já. Við erum að taka upp hér á 50 degi, þáttum ekki út á föstudegi, en verðbólgan sem sagt, vísitala neysluvers, afsakið. Tölur það voru birtar í morgun og verðbólgan 12 mánaða verðbólga 5,2% áfram. Já. Sem hærra heldur en greinendur höfðu spáð. Við sáum þessi tölu í síðasta mánuði og menn fengu smá sjokk fyrir að þetta væri 12 mánaða verðbólgan í janúar og einhver voru ekki ráð fyrir að myndi lækka en svo bara lækkar hann ekki. Nei, þetta náttúrulega mikið áfall. Já. Að sjá þessa tölur og sko inn í þessu líka leiðrétting vegna fyrri mánaðar. Já. Þannig að sko í rauninni hækkunum upp á 1,1% á milli mánaða ef ekki kemur til þessar leiðréttingar. Þannig að sko á 3 mánuðum að þá hefur verðbólgan verið meiri heldur en verðbólgumarkmið ársins. Þannig að það svona dregur aðeins fram hvernig staðan hérna er. Já. Og við bara, þú veist, sko maður kallar svolítið eftir forystu við það að ná verðbólgunni niður. Þetta auðvitað sameiginlegt verkefni allra að vinna því, en ríkið verður auðvitað að ganga undan með góðu fordæmi og þar þarf að vera forysta í þessum efnum. Það þarf að hafa heimila á sveitafélögunum í sínum gjaldahækkunum og svo náttúrulega þarf að þessi gjaldahækkanir eru bara komna til það eru komna í virkni, þú tók bara virki áramótin. Algjörlega, en ég er bara að segja það gerist vegna þess að það vantar upp á forystuna. Og þannig að þú veist, ríkið þarf að ganga undan með góðu fordæmi, það þarf að vera aðhald á sveitafélögunum og sömulegis verða fyrirtækjun alltaf að gæta að sér og sínum gjaldskrárhækkunum eða verðhækkunum. Þannig að þegar það er ekkert aðhald að þá auðvitað er staðan eins og hún er og blasir við okkur. Og þetta er mjög slæmt sko upp á framhaldið að gera. Heldur betur. En sko með það hvernig svona, forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar töluðu kannski upp af ársins, í janúar þegar janúartölurnar voru birtar, þá kannski stillti maður svona væntingum sínum í hóf. Já. Það að segja með viðbrögð ríkisins. Ríkisins brást aldrei við síðustu mælingunum sem það væri mestu litu út af einhverjum einskiptisliðum. Já. Og við þurftum ekki að ágjöra því hvernig svona framhaldið myndi verða. Það væri ennþá á réttri leið líklega. Ég held að það sé orðið þreytt og þá ekki bara við viðbrögð ríkisins síðast heldur svona gegnum gangandi undanfæri missir og ár að vera fókusur á þegar einhverjur innskiptisliðir að hækka af og til. Því miður er bara þróunin heilt yfir ekki rétta átt. Mælingin í morgun sýndi það. Það eru nánast allir helstu undirliði vísitölunar að hækka vel umfram spár greinenda. Er raun og veru eina sem er að lækka miklu minna heldur greinenda byggust við húsnæðisliðurinn. Þannig að þessi þráláta á því miður líklega hækkandi verðbólgu sem við séð undanfarna mánuði er að gera svo sama tíma og húsnæðisliðurinn sem svona undanfarna ár var hvað svona helst að toga upp verðbólguna, hann er hættur að gera það og líka í öðru lagi þá er einhverjar verðhækkanir utan ekki hafa nein áhrif, þvert á móti eru sko innfluttar vörur undanfarna 12 mánuði búin að lækka 2%. Þetta er 100% verðbólga sem er drifin áfram af bara innlendu þáttum, innlendri eftirspurn, einhverju leyti, sem eins og við vitum, bara öll að hann fóðruð áfram af allt og miklu launahækkun undanfarin ár, númer 1, 2 og 3, það er langstærsti þátturinn til viðbótar við þetta ekki nægilega aðhaldsum ríkisfjármál og þetta er niðurstaðan og svona eftir á hyggja á þetta ekki koma neinum á óvart, þótt að vissulega maður hafði meiri væntingar til þess að væri að þokast er rétt átt síðastliðið haust. Við erum að sjá núna 3 mælingar í röð sem eru miklu verri heldur en allir byggust við. Þá er ég að vísa í desember, janúar og febrúar. Ég tek undir með Sigurði áðan sko varandi forystuna
því miður vantar algjörlega forystu og einhvern svona trúverleika í orðum þeirra af hálfu ríkisstjórnarinnar að hún sé að gera sem hún getur gert þess að ná þessu niður. Og á sama tíma má líka segja að ég upplifði þetta aldrei svona einhvers konar uppgjöf á hálfu Seðlabankans á síðasta fundi Seðlabankans núna í febrúar, það sem að hélt óbreyttum vextum og var svona, satt bara að segja ekki sérstaklega upplýst djarfur að þetta væri að þróast í rétta á. Hann þarf líka svona að koma með þau skilaboð út af við að hann telji að þau tæki og tól sem hann hefur og að beita muni virka. Af því eins og við vitum að það sem að fóðra áfram þessa verðbólgu líka stór hluta þessar miklu og þessar þrálátu háu verðbólguvæntingar sem bara komnar aftur upp í 4% og jafnvel meira á svona til skamstíma litið sem jafnvel verri stað heldur voru fyrir rúmlega ári síðan. Og þá gerist það sem Sigurður var að lýsa hérna áðan að fyrirtæki og stofnanir og aðrir hérna sem eiga og svona reyna að taka þátt í að nánu verðbólgunni. Þú veist, þau taldi segja pass, þau bara fleita áfram öllum kostnaðarhækkunum sem þau telja sig vera að fá út í verðlagi. Þau geta eða ekkert annað. Já, þú veist, maður veit kannski ekki helst ekki segja. Ég meina, það er annarkvæmt að taka þetta á sig eða... Já, ég meina, þú veist, fyrirtækjunum með árumhaldinu vantilega, þú veist, þau sjá bara, við erum að fá þessa kostnaðarhækkanir frá byrgjunum, við erum að fá kjarasamningsbundnu launahækkanir sem eru samt, svona, þú veist, í einhverju sögulegu samhengi þokkala og hóflegar. Það er að gefa eftir í efnahagslífinu, þótt að þessi vissulega svona kraftur og sömu stöðum, sko. Þannig að þannig að fyrirtæki segja hvað eigum við að gera, þú veist, eigum við bara að taka niður þá litlu framleið sem þau eru kannski með, bara algjörlega niður. Og svo var þeir, þú veist, nei, við eigum ekki efna því. Og þannig að þetta er svona alveg, þetta er mjög svona bagalig staða sem við erum komin í ákveður núna. Já. Og þú veist, og sem að vilja byrja þátt á einhverjum oflega lótum, það er ekkit svakalega velkomin í skemmtilegasta þátt þjóðmála. Nei, minn inni þetta blandast tölur um atvinnuleysi, það voru byrta tölur líka í vikunum það sem sína að atvinnuleysi er komið yfir 7%, sem að þú veist, þetta eru tölur sem við hefum ekki séð tölur lengi. Já, svo bara svona það eru 2 mælingar sem byrtast reglulega atvinnuleysi. Það er annars þessi Vinnumálastofnun byrtir og það er svona, svo ég reyna að vera aðeins bjarsít, sko, og þær tölur eru vilt aðeins svona oft lærri, það sveiflast miklu meiri hérna í þessum könnunum, sko, og þær sýndu 4,9% atvinnuleysi í desember og er búist við að fara yfir 5% í janúar, en svona stóra myndin, þegar horti yfir svona einhverju meðaltali undanfanna mánuð að sjáum við að það er að hækka rosalega hratt, atvinnuleysi eða sama mæli hvað þú horfir til. Og ég myndi segja þessar 2 tölur með nokkur daga millibili þessar atvinnuleystölur og síðan verðbólgutölunar eru raun og verið bara endalega staðfesting á því sem er búið að ræða hérna mjög mikið undanfanna mánuði mögulegan því og flesti vonast það gerist ekki að við erum held ég bara formlega komin inn í kreppu verðbólgu tímabil sem... Útskýrðu fyrir hlustinu hvað það er? Ég er bara... tímabil stöðu í hagkerfinu sem einkennist annars að vera þrálátri og hárri verðbólgu að sama tíma og hagkerfið er í kólnun og atvinnuleysi sérstaklega er að mælast hátt. Og ef við leggjum saman þessa, eins og ég nefndi hann í þætti fyrir skömmu með Þórið Pálssyni, það er til mælingar sem kallast eymdarvísitala sem hann samanstendur af því að leggja saman atvinnuleysi og verðbólgu. Og við leggjum saman 7,3% atvinnuleysi við 5,2%, þá er 13,5% samanlagt sem væri þá mælikvarðin á þessu eymdarvísitölu. Það hefur bara ekki gerst bara, við erum að fara á því bara fljótlega eftir fjármál á hrunið, en maður undanskilur kannski einhverja nokkra mánuði á tímum heimsfaraldursins. Já. Nei, þetta er bara, kannski leiðilegt að byrja þáttinn á þessum bölmóði, en þetta er svolítið staðan. Það gerir konan mjög hratt. Já, það er bara, talandi atvinnuleysi, ég segi frá því hér í síðast þætti og hef talað áður, maður heyrir marga atvinnurekendur svona tala þú veist, að menn sjáu fram á aukna hagræðingu á mannauðsviðinu þessu ári.
Já, ég meina Er það tónn sem að Já, við skynjum það alveg og ég meina það er náttúrulega færri þá sem er að leita að starfsfólki, það er færri lausstörf, þannig að svona á helstu mælikvarða sjáum við kólnun á vinnumarkanum sem að tengist á þessari kólnun í hagkerfinu. En á sama tíma sjáum við það náttúrulega líka hvernig hið opinbera hefur farið fram í launaþróun og í rauninni hefur hið opinbera bara tekið sér sæti í framsætinu. Já, leitt hækkanirnar. Algjörlega, mjög miklar hækkanir á síðast ári. Þannig að þetta er eitt af því sem maður þarf að skoða mjög vel, vinnumarkaðslíkanið og þá þátt hins opinbera í því, fyrir utan það hvernig útflutningsgreinarnar geti leitt launaþróunina á grundvelli verðmætasköpunar. Já. Þannig að við höfum kallað eftir því að hið opinbera færi sig í aftursætið þegar við horfum á vinnumarkaðin. Þetta er, ég bæti við að því þetta er sama hvert er litið, eins og Sigur lýsir réttilega, þannig er ríkið einhvern veginn í fóruðsætinu varandi það að leiða áfram allt og miklu launahækkanir á vinnumarkaði og síðan þegar kemur að því að drífa áfram og miklar verðhækkanir svona í hagkerfinu heilt yfir, þá er líka ríkið þar að fara undan með slæmi fordæmi og þá er þetta að vísa í þessar dæmælusu hækkanir á gjaldtöku bifreiðum áramótin til viðbótar við alls konar svimandi háar verðhækkanir sem fyrirtæki á vegum ríkisins eða sem hafa verið að kynna og þetta hefur einhver leiti þá veitt fyrirtækjum í atvinnulífinu skálka skjól til þess að hækka líka hjá sér verð á vöru og þjónustu í samræmi við verðbólgu og jafnvel umfram það. Þannig að þetta er svona það sem þú vorum að nefna áðan varandi svona eitthvað svona fórust sem að veit sjá hjá hennu opinbera hjá ríkisstjórninni. Gerir þið meira í að halda aftur á þessu til þess að skapist ekki þessi spírall út allt hagkerfið sem við þekkjum svo vel einhvern bara í hagsögu Íslendinga. Það sem allir eru bara elta skottu og gróðurum. Já. Þeir sem eru hins vegar alltaf upplýðið stjærfir, það eru vinnur okkur í kjötkompurinu, svo við förum á léttu nótundar aðeins. Það er þeir senda okkur þessar ljúfingu veitingar fyrir þáttinn í dag, svo ætlar að byrja fermingaverslur og fólk er að leita þangað til að kaupa svona rétti og allt annað. Og Styrmir senda okkur þetta fína rauðvín frá Kampansfélaginu, Gevrey Chambertin, þetta er gott einnar einhverju vín sem að ég ætla að bjóða okkur upp á í dag. Við erum að fá smá og svo ætlar eru drikkir auðvitað sem fór kalda, þannig að þið farið ekki hvorki svangir þið við allan að, þið farið velhaldin héðan. Já, ég sé það. Já. Það er náttúrulega talandi Kampansfélagi, nú er fjölmiðlanefnd að hamast í þjóðmálum. Þjóðmál þarf að fá sér lögfræðing. Þeir hvoru ykkar lögfræðingur, en maður þekkir nú einhverja maður þekkir ómarkast líka, þannig að ég get alveg bentur á nokkra. Þannig að fjölmiðlanefndir aðeins að hamast í okkur fyrir ég ætla að sýna ykkur á skjáin bara östuðt, við fengum meira frá fjölmiðlanefnd, ég ætla að leyfa hlustundum og áhorfendum að fylgjast aðeins með þessu í þróuninni, en erindi sem snerist að því að við séum að auglýsa hér vín sem við erum ekki að auglýsa, við erum bara áhugamenn vín og höfum verið lengi, þú þekkið það nú, búin að vera með okkur frá upphafi, en sjáum við hvernig fjölmiðlanefnd kvittar undir, það er engin starfsmann sem þorir að kvitta undir erindið sem þeir senda okkur. Það er bara með kveðju, fjölmiðlanefnd. Má þetta? Þetta er svona andlýsluð stofnun sem getur herjað á borgarna í tíma og tíma. Þannig að þetta verður einhver, ég ætla nú ekki að fara að blanda ykkur í þetta. En svona var ekki meitt fjölmiðlanefnd að auglýsa eftir lögfræðingi til starfi? Jú, þau voru ég sá auglýsingu í Mókanum helgina, það sem voru auglýsað til starfsmenni, 9 lögfræðingi, það eru 6 starfsmenn að vinna þetta. Þetta er nú stofnun sem sjálfstæðisflokkurinn kom á fót, bara svo því sé aldrei hraga. Það er kannski hinliðin á málunum mitt að ég meina fjölmiðlanefndin er væntanlega bara að vinna það sem að þau eru beðin að gera af löggjöfunum. Það er náttúrulega eitthvað sem að þetta þingið eftir þá að taka svolítið til sín. Gat verið að þú kemur til varnar hérna, okay. Já, ég er kannski bara að benda á hver þarf að bregðast við. Það er rétt. Þarna voru uppalega 3 starfsmenn og eru núna 6, þannig að og eru að auglýsa eftir 9 starfsmenni og það var mjög áhugavert að sjá hvernig auglýsingi var að þau voru auglýstur lögfræðingi sem áttu að bara finna sér verkefni. Þannig að við gerum þetta mikið grín að þessu og Björgvaldi Þjóðmál og Eskifjörðum helgina. Getur rétt ímyndað ykkur? Er þetta ekki einst, Sigurður, þegar þú ræður fólk til Samtaka iðnaðarins? Bara
Finndu verkefni. Frjálst hlut. Nei, ég hef nú ekki gert það ennþá. Það mun einhver sjáu hérna myndan af Bruggöldunni. Já, Þetta var stuð. Ja, mikil stemning. þetta er mikið stemning. Randúrshúsi á Eskifirði. Þetta voru yfir 120 manns. Tóku sig þarna inn. Þannig hefur verið að hæfa að spila tætum og trillum. Já, heldur betur. Það getur verið að það hefur verið spilað með þessu. Já. Þannig að það er bara kaldabjörn. Já. En þetta var skemmtilegt kvöld. Að því sögðu, þá er þetta minni á þjóðmálastofuna. Hvet allir til að fara inn á þjóðmál.is, skása þær í þjóðmálastofuna, taka þátt í þessu verkefni, borga lögfræðikostnaði með okkur. Nei, bara styðja við þetta flotta verkefni sem við erum að reka hérna og auðvitað kaupa vörurnar okkar. Sigur, þú átt nú eitthvað hérna, þú átt nú svona bolla veit Ég á bolla og ég á svona mál líka. Já, svona heita, hvernig? Já, ég á derhú líka. Já. Og er að sjálfsögðu í þjóðmálastofunni. Já, að sjálfsögðu. Eins og fleiri góði menn. Já. Þannig að kíkið þangað, þetta eru vörur sem að vinna okkur IT House of Brands. Ég sá að þau eru með Mottumars sokkana. IT House of Brands, þau voru framlega þá. Já. Þannig að ekki fyrir okkur en fyrir aðra. Algjörlega, þetta er glæsilegi sokkar. Já, enda glæsilegt fyrirtæki að það. Algjörlega, heldur betur. Þetta er vel gert hjá þeim. Þannig að það var eitt sem að svo við bara förum aðeins og léttunótunar svona aðeins smá útúrdúr. Við sáum að Kim Jong-un, hann var endurkjörinn leiðtogi kommúnistaflokksins í Norður Kóreu í vikunni. Var það tæft? Já, sko, ég ætla að segja epic bet, þeir hafa ekki sett stuður á það er kannski ekki tekið í. Þeir hafa glipt í. Þú nú komið til Norður Kóreu? Já, og glemalega ferð. Það styrir að minnast á þetta. Þá var hann nú ekki tekið á valda heldur. Pappa svona þá völdu ekki. Pappans. Kim Jong-il. Já. Og síðan manni þegar ég og félagi minn, Arnar Þór Stefansson, við fórum og skoðum svona líkneskið af honum, það var afa þessa manns, Kim Il-sung. Þannig að þetta er svona, menn er ekkert að flækja þetta neitt þær Norður Kóreu, svona hver tekur við völdum. Nei, nákvæmlega. Það getur samt verið flókið að hver tekur við á honum. En það kannski gerist það er eitthvað að skýrast. Ekki verið að tala með eitthvað konu. Ekki dóttur hans, já. Það er að tala það. En pappa hans, Kim Jong-il, ekki satt, hann hafði mjög gaman að því að skemmta sér. Já. Og það var víst þegar hann átti... Ólíkt okkur. Já, ólíkt okkur. Og kannski Norður Kóreu menni er kannski ekki mikið að skemmta sér. En hann átti stóramæli á 9. áratögnum. Já. Og hélt upp á það í höllinni og hápunkturinn í því var víst þegar að allir viðstættir dönsuðu fugladansinn. Þetta heyrði ég frá einu viðstöttum. Hann var sendiherra á þessum tíma. Já, ok. Ég get vottað að það eitt af því sem okkur var kynnt þannig í ferðinu til Norður Kóreu, svo við tveljum aðeins það. Var að fara á svona þjóðarbókluðu Norður Kóreu manna. Og þar voru búin að draga fram einhverja plötu sem hefði fundið með íslenskum. Og það var fugladansinn sem var spilað yfir okkur. Já. Sending frá Íslandi hefur haft mikil áhrif hann. Greinilega, með þessu lýsingar. Nei, þetta var ég sá að einhverju voru að skrifa á Twitter í vikuna, bara, ég hefði nú veðið að hinga í hann, sko. En það var alltaf ekki hinga í þessu. Nei. Þannig að, en herðið, höldum áfram. Fekk hann yfir 100%? Þetta var lítið spurning, sko. Þannig að þetta er áhugavert að sjá hvernig hlutin þróast þar á næstu árum. Strákar, aftur hér heim. Við sáum að samrunaviðræðum Íslandsbanka á Skaga þegar maður slitið helgina. Við vorum svona aðeins búin að gefa undir tóninn með að þetta gæti nú gerst mögulega með nýri stjórn Íslandsbanka. Eða hvað? Jú. Ég skal alveg viðurkenna að það kom mér samt og óvart að þetta endað með slitum alfarið. Þetta búið að vera hvað eru hátt í 5 mánuði síðan var tilkynnt að þessi félög hefðu ekki á saminast við snemma í októbermánuði það sem var hóið á formulega samrunaviðræður og þetta þá búið að vera svona eitthvað aðdragandi því þess sem er verið að teikna upp samrunan og þegar var tilkynnt hann snemma í október þá var ekki verið að fara í svona eins og kannski Sigurður þekki kannski frá með öðrum eitthvað svona ástabréfaleiki það var búið að ná svona einhverju svona formlegu samkomulag hvernig skilmálar þessa samruna átt að vera þannig að síðan þetta verða þetta ljósta að innkoma Heiðars í stjórnina, Heiðars Guðjónssonar er vendipunktur í þessu máli hann auðvitað á samt svona einhverjum hópi einkafjárfesta
tilkynir framboð eða óskar eftir hluthafafundi Íslandsbankasnæmi í desembermánuð og hluthafafundur haldinn í miðjan janúar þar sem að hann fær stuðning til þess að stjórnarformaður og það svo sem ekkert launingamál að hann virtist að vera ósáttur við sumt sem laut að verðinu í þessum samruna og þeim slitið núna liðna helgi hann það svona Láði þetta ekki í loftinu svolítið? Já, lág í loftinu, þú veist. Þú segir að þetta hafa komið þér óvart? Já, ég held að menn myndu ná samkomulagi einhverjar breytingar á skilmálunum í þessu samkomulagi. Því það hefði bara að vinna að þessu núna í 4-5 mánuði og með svona ágæta rifið upp að þótt að hafa verið kjörin ný stjórn í bankanum núna í janúar og þá eru eftir sem áður 5 af 7 stjórnarmönnum þeir henni sömu og stóðu að samkomulaginu í október til viðbótar við bankastjóran Jón Guðna þannig að svona í því ljósi slæra svona smá skökku við Eru með það að gera kannski á mikið og hlutur ekki heiðast í þessu saman? Nei, ég myndi segja þvert á móti að hlutur hans greinilega geigmælegt í þessu og þú veist það og ég ála svo honum ekkert, hann kemur inn í stjórnina með greinilega mjög skýrar hugmyndir hvað hann telji verið í ólægi með þennan samruna talar fyrir því frekar skýrt bara opinberlega kemst inn í stjórnina, stjórnarformaður og nær greinilega því fram að við gera það mikla breytingar á þessum samruna að stjórn Skaga ekki tilbúin til að fallast á það og þessu slitið þannig að ég myndi segja að þarna sé hann bara að ná sínu fram Maður skinnir alveg pirring Skaga megin Já, ég held að það sé, menn að þú veist ég var nú með 30 í vikuna á innherja það sem ég var nú meðal hans að leitast eftir viðbröðum frá stærstu hlutufum sem eru þetta lífeyrissjóðir en líka fekk viðbröð frá Svo Bjarni Ármannsson var að tjóða sig frá Bjarni Ármannsson sem næststærsti hlutafi Skaga með tæplega 10% hlut og hann svona fyrir ekki lengt með sína óanægju og hann dálítið að beina spjótunum sínum að stjórn Íslandsbanka eða það að segja þessu 5 af 7 stjórnarmönnum og segir að það kom honum mjög óvart að þessi stjórnarmenn treysti sig til að standa við samkomulega fyrir í október þannig ég held að sé ágætt að muna líka hafa því að huga að það var auðvitað alveg gert ráð fyrir einhverju svona aðlugun á verðinu eftir því sem svona aðri hlutir myndi þróast eftir að skrifa undir í október það er þá að meðan til þess að því að vísa til þess að það var meiri gengishækkun og bréfum Íslandsbanka heldur Skaga undanfarna vikur, mánuði og menn höfðu vísa í það að því að Skagi að það hefði vísað til þess að það væri að hluthafa Skaga væri að fara að njóta ávinnings að því vegna þess að þeir átt að fá greitt með bréfum í Íslandsbanka tiltekinn ákveðin fjölda en það var þetta búið að gera ráð fyrir ákveðna aðlugun á gjaldinu til hluthafa Skaga út frá endurkaupum Íslandsbanka arðgreiðslum sem Íslandsbanki myndi fara í umfram arðgreiðslu markmið þannig að verðið þar að segja greiðslan til hluthafa Skaga með bréfum í Íslandsbanka myndi og aðlægast út frá því þannig að þetta þetta mjög áhugavert mál að mörguleiti áhugavert Heldur þú veist að menn þurfum ekki að tala mig lengi við þetta en samt heldur að menn takja þráðan aftur eða reynið það eða þetta bara búið eða hvernig Mín tilfinning svo að nei, ég sé það ekki gerast alveg næstunni. Ég held líka maður fara á tilfengna þegar maður tala við aðeila sem koma þessu máli að það hafi líka svona komið á þann stað að það vanta eitthvað sem meira traust í samtölun á milli félagana og það þarf þá að endurvinna það traust og ég veit að maður hefur talað við marga hlutafa, þú veist,
þeir eru þetta opinberlega eins og lífeyrissjóðinir sem vill þannig til að þeir eru náttúrulega allir jafn stórir í báðum félögum. Þeir vilja eðlilega ekki mikið vera að tjá sig opinberlega þetta. Eini sjóðurinn sem á mikið undir Íslandsbanka en ekkert í Skaga Brú lífeyrissjóður. Hann sagði við mig og Innherja að hann væri sáttur með þessu ákvörðun, taldi halla á hagsmuni hluthafa Íslandsbanka. En aðrir hluthafar vilja svona minn segja, ég myndi segja, ég held að það hafi verið mikill meiri hluthafa Íslandsbanka sem hafði áhuga á því að klára þessa viðræður. Ég leiði mér alveg fullir af það, sko. Já. Og hann að þegar mennir bara sjá líka ákveðna, svona ef við setjum í stærra samhengi bara, þú veist, ákveðna þróun verða fjármálamarkaði, ég meina viðræður Kvikku og Arion standur ennþá yfir og það er búið að tekna upp einhver ákveðna samleið, mennum verið búin að áætla 1,8 eller 2,4 milljarða í beina árlega samleiða samræðnisar félaga. Það er svona, ég ekki hlaupið að því að sjá aðra kosti sem hvoru þessi félög hafa sem geti skila jafn mikil samleið eins og sakir standa. En það sem er líka áhugavert í þessu, hvernig svona eignarhald á þessum tveimur félögum ræður miklu svona lyktir málsins. Þá að vísa til þess að í tilfelli Íslandsbanka þarna félag sem með dreifiðasta hlutahóp á öllu félögum í Kaupillina held ég, 27 hlutafa. Það eru lífeyrissjóður sem eins og í flestum öðrum félögum eru stærstir, félag á með einhverja erlenda fjárfesti sem nokkuð stórir, stærri heldur að þekkist annar staðar. Þeir eru ekki að beita sér í þessu máli, lífeyrissjóðunni beita sér ekkert í þessu máli, vegna þess að þeir eiga eignarhald með sambærilegum hætti í hinu félaginu sem á að sameinast og þeir vilja ekki, bara út frá samkynningslegum sjónarmiðum, vera aktífir í þessu, jafnvel þóttu þessu áfram að þetta gerist. Þá opnast upp svo staða sem við sjáum bara með mjög skýrum hætti sem var lýsa áðan að hluthafi, öflugur hluthafi og einkafjárfestari Heiðar Guðjónsson með 1% hlut með tiltúlað svona lítið baklanda baki sér, aðra einkafjárfestari sem eiga ennþá minna tekst að gera kröfu það að óska eftir hluthafafundi það sem stjórnarkjör verða stjórnarformaður og hann þetta bara eins og hann aðsóps mikill og svona kröftugur talsmaður sinna hugmynda nær greinilega miklu svona tangarhaldi á stjórninni og því sem hann telur rétt og þú veist út frá hagsmunum hluthafa Íslandsbanka hans mati, hann nær því fram en svo hinum með ertu með hann hlutahóp hjá Skaga sem með gríðarlega mikið af stórum einkafjárfestum. Því ég nefndi hérna Bjarni Ármannsson, hann voru með Skel fjárfestingafélag, voru með stóra hluta sem eru jafnframt stjórnendur í Skaga og síðan aðra líka þokkalega stóra einkafjárfesta og þeir verða svona undir í þessum slag. Og hann þetta eitthvað sem að stjórnarformaður Kvikku getur sagt okkur gang viðræðna við Arion? Það er bara í sjálfu sér lítið. Það allt sem hefur gerst þar og skipti máli hefur komið fram opinberlega en við ræðum bara að standa yfir og við það er ferlið þá með samkeppniseftirlitinu. Þannig að þar var sett upp viðræðuáætlun sem hefur bara staðist nokkurn veginn þannig að unnið er eftir henni. Tekur allt rosalega tíma. Tekur allt mjög langa tíma, það er alveg rétt sko. Og ég held að það er kannski eitthvað sem allir bara verða að gera sér aðeins grein fyrir. Þetta er ekki í ferlið sem er þetta að klára bara og örfa á mánuðum og þess vegna kannski varandi Íslandsbanka Skaga vill maður segja það svona litlu að bæta við það sem að Hörður sagði, mjög góð greining en veist, það er mikið alvöru mál að fara út í svona ferli því að það setjur starfsemi fyrirtækjana í svona ákveðna óvissu á meðan til dæmis starfsfólki og öðrum þannig að menn eiga ekki að fara í svona óvissuferð nema að vera búin að ákveða það fyrirfram að ætla að klára. Já. Þess vegna eins og heldur menn að gera það þarna? Lögðu menn ekki upp með það upp að við? Ég átta mig ekki alveg á því. Þess vegna eins og nefndi. Þetta er í annað sinn sem við sjáum það að Íslandsbanki á aðild að
að samruna við önnur félög, það var nú Kvika hérna á sín tíma og svona Skagi sem að slitnar upp úr. Já. En kannski allt þegar þrennt við vitum það ekki. En það einmitt eins og Sigur lýsir og það tengist í sem nefndi það í upphæfi í umræðum þetta mál hvað hann var svona ákveð að fastsetja ákveðnar svona leiðarvísa þegar menn skrifuðu undir samkomulag milli Skaga og Íslandsbanka snemma í október þá var hann hvernig verðið myndi þróast ef einhver ákveðna breytur myndi fara í aðra átt fastsetja skiptigengi og svona hvernig svona ætti að vinna málið áfram einmitt vegna þess að þú vilt ekki fara af stað með svona stóra samrunaviðræður. Þú veist, eina stærstu samrunaviðræður viðbótur hjá Arion og Kviku sem við séð ára bilinni í kaupellinni nema að vera viss að það er endi í marki. Af því að þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á fyrirtæki sem ræðir og þetta er ekki svona, svo tilfelli Íslandsbanka það hafa þetta verið, bankinni hefur verið núna undanferðin missir og ár að leita sér af mögulegum samruna tækifærum og eitt þetta þegar það voru í viðræðum í 5-6 mánaða skeiði við Kviku 2023 í kjölfarið vildu þeir kaupa TM banka og voru þar undir gagnvart Landsbankunum þeim að boða að fara í samruna við Arion banka fyrir rúmlega árið síðan, sögðu nei reyndu að kaupa Kviku voru þar undir gagnvart Arion banka og núna enda þetta mál með þessum hætti og maður vil ekki vera með eitthvað leiðindi í garð tiltekina stjórnenda Við erum aldrei með leiðindi hér en auðvitað situr samt eftir í þessu sem ég var að lýsa áðan að það er ekki hægt að segja annað heldur en að staða þú veist, stórs hóp stjórnamanna Íslandsbanka og líkil stjórnandi Íslandsbanka þá er ég að vísa í bankastjóran og aðra er auðvitað mjög sérkennileg núna þegar þeir hafa frumkvað því að slíta viðræðunum á forsöndi sem ég svona manni finnst kannski ekki alveg halda vatni þannig að það er hann svona ég myndi segja allan að staða eins og bankastur Íslandsbanka sé aldrei veik núna eftir þessa atburðarás Já, það oftur að koma í ljós hvað stjórnin gerir þar Já Já, það er eitthvað meira um þetta að segja? Nei, bara Nei. Það er ekki mikill asi á okkur Sigurður, það er eins og ég minnst það hér upphæði það er innþingi næstu viku Já, og heldur betur gengur vel undirbúa það vantilega Það gengur bara mjög vel, Já. innþing hefur fest í sessi sem stærsti og mikilvægasti viðburður í íslensku atvinnulífi Já, og það verður ég heyri bara hóveruna í þessum Já, það er bara, en þetta er bara, ég er bara að segja þetta eins og þetta er og staðan er svo að við verðum hann með mjög metnaðarfull dagskrá og við erum með yfirskriftina að finna samhljóm og svona kannski stuttasagan þar á bak við þá hugsun er svo að þegar við höfum fundið samhljóm að þá höfum við náð árangri og þú veist, ég get nefnt dæmið það sem við getum rætt betur á eftir til dæmis eins og vöxtur hugverkaðinnar á undanfundum árum en síðan er önnur svið þar sem að við höfum ekki fundið samhljóm og við erum ekki að ná árangri dæmið það er bara eins og verðbólgan sem er þrálát, háir vextir húsnæðismarkaðurinn, vinnumarkaðurinn alls konar mál og þar verðum við einhvern veginn að finna samhljóm til þess að bæta úr og það er líka vegna þess að út í heimi eru óvissu tímar það er ekki meiri spenna í samskiptum ríkja heldur við höfum séð um langt skeið og ýmsa birtingamyndir af því eins og tollastríð, verndaraðstafanir á öðrum toga við erum að sjá bara vopnuð átök líka þannig að það er líka meiri áhersla á viðnámsþrótt á öryggis- og varnarmál við erum líka að sjá miklar breytingar vegna þróunar mjög hraðra þróunar gervigrindar þannig að það er ákveðið gervigrinda kapphlaup í heiminum og það getur ráðið úrslitum samkeppnishæfni þjóða hvernig gengur að innleiða þá tækni og bæði innviði en líka tæknina. Hvað stundum við þar? Við stöndum svo sem ágætlega við þar en við getum og þurfum að gera miklu meira. Þannig að þú veist, við getum nefnt jákvæð dæmi
eins og til dæmis máltækniverkefni þar sem að íslenskan er orðin stafræn, við getum talað bara gagnaverin og núna eins og í Samsung-tækjunum? Já, algjörlega og við erum að sjá fréttir núna í þessari viku að gagnaversfyrirtækið atNorth er mögulega að seljast, það var fréttum þetta á Bloomberg og virði félagsins í þessum viðskiptum er 4 milljarðar bandaríkjadala sem er nálægt 500 milljörðum íslenskra króna, þannig að fyrir vikið að þá er atNorth 3. einhyrningurinn á Íslandi fyrir utan Kerecis og Alvotech. Þetta er rosalega tölur. Þannig að þetta eru svakalega tölur og sýnir bara hvað hugverkaðinarinn er að vaksa mikið og líka hvað það skiptir miklu máli að taka þátt þá á þeim sviðum sem hendar okkur í gervigrindakapphlaupinu. Og þetta þýðir það, þessi óvissa úti, að við þurfum að hugsa það hvernig getum við náð árangri á þessum tímum. Og stjórnvöld í ríkjónum í kringum okkur eru öll að setja samkeppnishæfni í forgang, algjöran forgang, ráðast í umbætur til þess að ná árangri. Og það þurfum við að gera líka. Þannig að við þurfum að ryðja heimatilbúnum hindrunum og vegi, þetta snýr að íþingja regluverki, þetta snýr að gullhúðun, þetta snýr að menntamálum, að mannauðurinn mæti þörfum atvinnulífsins, þetta snýr að innviðum, orkumálum og svo framvegis. Þannig að það er margt að undir, en þetta eru allt verkefni sem að við höfum í hendi okkar að leysa, en við náum ekki árangri nema við finnum samhljóm. Þannig að það er svolítið það sem við ætlum að fjallum á innflytjum. Já, ég hef nú að gefa ykkur mér finnst þetta góð svona fyrirsögn á ráðstöfnuna, á innþingið, gott þema að finna samhljóm, því þetta er náttúrulega það sem að margir bara er að kalla eftir og er bara þurfa á að gera. Bæði harfi stjórnvalda á atvinnulífs. Það er á því ekki síst á tímum sem þessum og þetta þýðir bara það að sko við getum við erum ólík, við höfum ólíka hagsmun og svona, en samt sem áður getum við náð saman framfaramál. Og það er það sem við eigum að gera núna og við þurfum að gera það í miklu meira mæli. Þannig að við ætlum að fjalla þetta og við ætlum skráningarnar, við höfum aldrei séð viðlíka viðbrögð, sterk og jákvæð eins og í ár á innþingið. Og þegar að þetta er talað þá eru 650 skráðir, salurinn tekur 700 manns, þannig að það fer hver að vera síðastur að tryggja sér sæti. Hver er að tala það? Straka, voru við ekki með auglýsinguna? Það er góður hópur, mjög sterkur hópur. Búlistrákandur er þetta með mér. Fyrir utan mig og formann samtakan Árna Sigurjónsson sem er nú reyndar fráfarandi formaður. Já. Hann er búinn að vera í 6 ár núna og er komin á tíma. Er Þorsteinn Víglundsson einn í framboði til formanns? Þorsteinn Víglundsson er einn í framboði, þannig að hann verður formaður á þeim degi, 5. mars. Hann er með okkur í dagskránni, við erum með Jóhann Pál, umhverfis- og loftslagsráðherra. Við erum með Tönju Sjarov og Eld Ólafsson sem ætla að ræða saman geopólitík og svona stærri málin út í heimi. Þá horfum við þeim, við erum með Svein Sölvason sem ætlar að ræða við okkur aðeins hans fyrirtæki Emblu Medical sem margir þekkja sem Össur og líka hvernig svona þessar vendingar í alþjóðaviðskiptum koma við starfsemi fyrirtækja, bara hvaða áhrif hefur þetta á starfsemina, þú veist, þýðir þetta að það þarf að færa til framleiðslu eða færa aðfangakeðin, finna nýja markaði eða bara vandamál varandi tollafgreiðslu og slíkt, þannig að við ætlum að fjalla eins og það er líka gaman að segja frá því og gaman að hafa Svein þetta með okkur vegna þess að Embla eða Össur er auðvitað fyrsta hugverkafyrirtæki á Íslandi, fyrsta fyrirtæki hugverkaðinnar, stofnað 1971 ef maður rétt. Einmitt. Og hugverkaðinnar er hratt vaxandi og við verðum með nýja tölur útflutning hans og það er spurning hvort að hann sé í 4. sæti eða hvort hann sé komin í 3. sætið yfir sjávarútveg, þannig að við sjáum hlokkum til að sjá meira það. Þetta er líka góðvinur þátturinn sem Vilhjálmur Birgisson. Já, hann mætir hérna og algjörlega, hann mætir og hann og Álfheiður Ágústsdóttir forstjóri Elkem ætla að ræða eins verðmætasköpun og hvað atvinnuuppbygging skiptir miklu máli bæði fyrir íslenskt efnahagslíf en líka fyrir nærsamfélagið. Þorsteinn og Inga Helga yfirlögfræðingur Mílu ætla að ræða regluverk, íþingjandi regluverk og við ætlum að sýna aðeins hvernig regluverkið hefur þróast yfir tíma. Það er svolítið áhugavert að hugsa til þess að ég held bara meira og minna allar ríkisstjórnir síðustu 3 áratugina hafa haft það markmið á einn eða annan hátt að einfalda regluverk
en þróunin hefur ekki beint verið á þann veg og Það er við það þurfum sem að draga það svolítið fram sko. Já, og það er það sem, að þú nefndir sko samkeppnisefni áðan. Þú veist, manni finnst einhvern veginn, þú veist, ef maður reyna að draga upp einfalda mynd að stjórnmálamenn nota þessi hugtök, þú veist, að einfalda regluverk, efla samkeppnisefni, einhvern veginn, þú veist, menn nota hugtökin nokkuð frjálslega en gera síðan nokkuð minna í þessu öllu saman, sko. Já, Þú veist, þannig að þetta er einhvern veginn, þú veist, viljinn einhvern veginn verður ekki að verki. já, mér finnst bara eins og við mátt þetta samtal fyrir 3 árum og fyrir 5 árum og þú veist, Já, og 10 í 10 árum, sko, já. þú veist. Og það er alveg rétt og okkur við erum því miður held ég að fara í ranga átt þarna. Við ætlum að sjá líka bara gögn sem að sýna hvernig þróunin er. Þannig að það verður mjög áhvert að sjá það. Ég hef ekki séð þetta sjálfur og hef bara vissi ekki einu sem það væri til. Já, Þannig ég lakka mjög til að sjá það. En síðan verðum við líka með mjög góða gesti í myndböndum. Þetta eru þeir sem að koma fram á sviðinu. já, En síðan verða mjög góði gesti með okkur í myndböndum sem að verður gaman að segja frá. ok. Þetta Þetta verður bara spennandi. Mér finnst innþingi hafa, þú veist, já, þetta verið svona mjög áhugaverð viðburður síðustu árin og hlakka til að mæta til ykkar næstu viku. Þetta er líka gaman vegna þess að við í tengslum við þetta höfum verið að fjalla líka skattsporiðnaðarins og Ég sá það var umfyllurinn viðskiptablaðinu núna í vikunni það. já, nákvæmlega, þannig að það er að nálgast tæplega 600 milljarða þannig að það er svona enn eitt mælikvarðinn á það hvað öflugur iðnaður skiptir samfélagið og efnahagslífið miklu máli. Já, þessi peningar eru ekki tíndir upp á götunni. Heldur betur, það er bara algjörlega þannig. 50.000 manns ríflega sem að starfi í iðnaði og iðnaðurinn stendur undir kringu 40% útflutnings. En á þessu nótum, hvernig ganga samskipti við stjórnvöld? Þú veist, hvernig gangaði þetta í efna? Sko, við höfum átt bara góð og uppbyggilega samskipti við stjórnvöld. Við erum auðvitað ekkert sammála um alla hluti, en Vonandi ekki. Nei, við erum ekki sammála um alla hluti en við samt reynum að vinna saman að umbótum og við erum allavega að gera okkar til þess að reyna að finna samhljóm við og öll fyrirtækin í iðnaðinum með stjórnvöldum í það sem að það er hægt og við erum að sjá ýmis jákvæðmerki, ég meina það er gaman að sjá það hvernig verið er að greiða fyrir uppbyggingu í orkumálunum þannig að við höfum beðið lengi eftir því og nú það bara að bretta upp ermar og fara að framkvæma en síðan, og svo sjáum við þetta það svo sem ísum sviðum, en síðan eru líka aðri þættir sem við höfum miklar áhyggjur af. Já. Hörðu, finnst þér einhvern veginn samtal stjórnvalda og atvinnulífs hafa breyst eitthvað á síðustu árum? Nei, ég veit það ekki. Hann breyst þessi betra. Ég held ekki en, þú veist. Nei, ég öfunda nú segur ekki að þurfa að vera í þessu hlutverki að reyna að eiga í uppbyggli og góðu samskipti við stjórnvöld í þessu, þetta verðist ekki alltaf auðvelt, maður þetta hefur svona allan í kringum stjórnandi í þessari ríkisstjórnundar maður hefur svona þótt merkja allan að hvað var það margar stóra atvinnugreinar var litið neikvæðri tón í garð atvinnulífsins verði ég að segja og við höfum svona alveg rakið það hérna á þessu vettvangi oft áður og svona einhver fyrirheit sem voru lögðu upp með af því að Sigur að nefna hann að varandi einföldun regluverkinu sem að meðal annars held ég partur af leiðarljósinu sem þessi ríkisstjórn boðaði stjórnarsáttmálunum í kringum aukna verðmætasköpun. Við sjáum þess alls ekki merki á þessum fyrstu 13-14 mánuðum svo neinu nemi held ég heldur þvert að móti þannig að, og sérstaklega ég mynda því að Sigur að lýsa bara mjög vel þessu svona stóru myndinni ekki bara inn á Íslandi, heldur í heiminum sko, sem einkennist af aukinni spennu og átökum milli ríkja á alls konar sviðum þar sem öll ríkið þurfa þá einhvern veginn að taldið að leita meðal annars inn á við í því að sjá hvað þau geta gert til þess að styrkja sína stöðu og samkeppnisefni hvað eru flest ríkin í kringum okkur að gera þau eru þetta að reyna að leita einhverja bandalega sem það er hægt en líka eru það að reyna að létta á regluverkinu þú kemst ekki í gegnum neitt erlent fjármála tímarit eða viðskiptadagblöð í dag hvern einstu degi, ég heldur hún að lesa metnaðarfull áform loksins leiðum að segja að Evrópusambandsins sé að reyna að vinda ofan að þessu þunga regluverki sem er alltaf að drepa í álfunni ríkið eru að leita leiða til þess að bara sjálf að reyna að létta á álugum og sköttum á fyrirtæki getum nefnt mörg dæmi þar
og einhvern veginn finnst manni í Ísland alltaf hvað þetta var að ekki alveg vera að spila með á þessu nótum, þannig að maður myndi svona alveg vilja og þvert að móti sjáum við eiginlega allan í sumum dæmum að það er verið að fara heinulegina og þurfa að rekja atburða á svona í kringum sjárótvegin en það er þetta margt annað sem ætti bæta við í þeim efnum. Þannig að Einhver að spá því að það komi hitaveituskattur eftir 16. kosningar? já, og það var margt annað, ég meina, tengt því sem ræða varandi svona stóra samruna hérna á Íslandi, að því af hverju eru fyrirtæki að leita leiða til að sameinast. Það er svo margt í umhverfinu sem kallar á það fyrir fyrirtæki til þess að vera samkynhneigð að þau þurfa að stækka út af regluvörkinu, út af sköttum, út af miklu launahækkunum. Þetta bara kallar á að fyrirtæki eins og fjármálamarkaði og öðrum séu stærri og þá leið þurfa að eiga við samkynhneigðseftirlitið sem því miður bara staðbæð að segja er ekki að haga sem við sama hættu við þekkjum eiginlega í hjá samkynhneigðseftirlitum annars staðar í kringum okkur og það er svona að vera endurtaka mörg dæmi af því Þetta er bara það sem við erum alltaf að eiga við einhvern veginn er, við höfum rifið upp áður hér við höfum 400 manna samfélag Okkur eru að flækja okkur fyrir svona. Við erum að erfið okkur lífið allt svakalega stundum með flókinni stjórnsýslu, stungur regluverki eins og þú er fjallað í þessu litla samfélagi sem við erum. Já. Og erum samt með alveg ótrúlega öflugt atvinnulíf. Já. Það er allt of mikið heimatilbúnar hindranir og viðfangsefnið hlýtur að vera það að ryðja þeim á vegi. Og ég var ánægður að heyra það og alveg sammála því sem að Kristrún Frostadóttir lagði áherslu á í kringu síðustu kosningar. Að það ætti að setja slík mál í forgang. Einbeita sér að þeim, því það væri næg viðfangsefni. Þannig að við höfum þess vegna verið bara hrifin af þeirra hugmyndum atvinnustefnu og sé það svolítið sem farvegin til þess að fara kerfisbundið í slík mál og eins að greiða fyrir uppbyggingu. Já, svo lengi sem atvinnustefnan snýst ekki að vinna allt út frá sjónarhótti ríkisins, sko, eins og hún hvað hann heitir, konar sem þeir fengu hérna Matsukato, já, einmitt. Þórður Pálsson fór nákvæmlega við það Já. Nei, en ég tek undir það með Gísli. Manni finnst þetta að vera góður hugmyndur á blaði hjá ríkisstjórninni með varandi atvinnustefnuna. En maður væri að ljúga, maður myndi ekki viðurkenna, maður óttaðist mjög með lýsuna þeirri svona hugmyndafræði sem kannski ræður ríkjum allan í sumum flokkum með ríkisstjórninni að hún geti leitt okkur á svona einhverjar aðrar brautir heldur en bara það búa til einhvern svona góðan heilstæða ramma til að lyfta upp atvinnugreinin sem bæta framleiðni og svo framvegis sko. En þú veist, ég ætla ekki að dæma þau fyrir að maður sér hvað kemur út úr þessu og bara að gera hann að halda það með efnið. Já. Við menn það náttúrulega eftir að sjá að gera áallun sem að tengist þessu, við séð bara kannski svona stóru myndina þarna. En það er margt sem að, þú veist, ég held að þetta geti virkað vel. Og nýst vel til uppbyggingar og það er auðvitað þannig að við höldum við sótnu já, þú veist, ég meina ríkið hefur mikil hlutverk í því að verði uppbygging bara í gegnum regluverk, ferla og alls konar þætti og við sjáum það bara í löndunum í kringum okkur hvernig uppbygging hefur orðið til dæmis á sviði gervigreindar eða annarra þátta vegna þess að stjórnvöld tóku virkan þátt í því að sækja tækifærin með atvinnulífinu. Já. Og við höfum þetta svolítið væntingar það að atvinnustefnan hér verði nýtist í slíkum tilgangi. Hvað gerir, að því þú nefndir söluna 18 orð, hvað gerir þú varst ná að skrifa fréttum þetta líka svo ég? Jú, ég maður þetta fylgst með þessu fyrirtæki. Hvað gerir fyrirtæki svona eftirsóknarvert? Bara þegar fólk áttur sá því? Fyrirtæki, þú veist, þetta er orðið bara norrænt gagnavis fyrirtæki. Starfrækir, segur leiðir til mig, við ránd með held ég 8-10 gagnaver þegar það vera að stækka með 3 hérna í Íslandi þetta hafa verið að standa mikil uppbyggingu sérstaklega á Akureyri undanfarið þessum að reisa nýtt gagnaver það sé ekki svona 50-60 megawatt á bakvið það. Já, það getur verið sko og sko 20 milljarðar fjárfestingar. Já, ég menna bara á Akureyri. Það sem hefur verið fjárfestingarnar hafa verið svo miklar tengdar gagnaver í Íslandi og fyrst og fremst hjá 18 orð síðastliði misseri
að menn hafa þurft að fara í sko ákveðna leiðréttingar til þess að fá út réttan viðskiptajöfnuð hjá Íslandi í fyrra. Vegna þess að þessi gagnaver voru að flytja svo mikið að búnaði, tækjum, tölvubúnaði, sérstaklega í tengslu við uppbygginguna og þetta eru fyrirtæki sem eru nánast alfarið eigu erlendra aðala og eru að kaupa það búnað og það reiknast þá sem innflutningur og vöru og þjónustu hefur þá áhrif til halla á viðskiptajöfnuðinum en það hefur enga flæðistærðir á hana gjaldurinn. Þannig að menn hafa þetta leiðrétta fyrir þessu til þess að finna út hverju raunverulegur undirliggjandi viðskiptajöfnur Íslands í fyrra. Þannig að í staðan fyrir að hann væri neikvæður 100 og eitthvað milljarða, þá var hann í jafnvægi. Af því þetta voru bara útlendingar að kaupa vörur, tölvur, erlendis frá. Þannig að þetta er að setja þetta eitthvað samhengi bara eitthvað umfang. Það er svo gígantískt. Og eins og þetta tiltekna fyrirtæki Atnorð sem er þá líklega verið að ganga frá sölu til eins stærsta fyrirtækis í heiminu sem er eitthvað gagnaver, bandarískt félag í samfloti við kanadíska lífeyrissjóð. Það er ekki nema innan við 5 ár síðan að svissnesku innviðasjóður keypti Atnorð hérna á Íslandi af Advanja fyrirtækinu sem er þá meðal að segja Goldman Sachs en líka á stóru hluta ykkur Íslendinga og þá var fyrirtæki verðmeti á undir $400 milljónir. Þannig að það verið að selja núna á 10 meiri pening heldur en fyrir 4-5 ára síðan en auðvitað þarf að taka með í reikningin að fyrirtækið stækkað alveg svakalega mikið á þessu 5 árum en þetta er samt í samræmi við það sem eru gagnavers iðnaðurinn og meðal annars út af þessari sprengingu sem er að vera í gervigrændir iðnaði síðustu 2-3 árum er þetta bara búin að umbreytast og fyrirtæki, gagnavers fyrirtæki sem eru þetta þjónusta meðal annars í auknum mæli gervigrændir tengdan iðnað verðmiðar á gagnaförum eru þá hendi búin að bara margfaldast. Þannig að það er bara óseðjandi þörf á meðal stórra alþjóðlegra fjárfesta út í heimi að kaupa gagnaför. Og þannig að Ísland hefur alveg tækifæri, miklu meira tækifæri myndi ég halda í að gera sér meira gildandi það sko. Engin spurning, en til þess að gera það þá þurfum við náttúrulega orku og kannski minni orku heldur en að margir getur haldið en við þurfum líka öflugri gagnatengingar og þess vegna höfum við hjá samtökum iðnaðarins tekið undir með þeim sem hafa talað fyrir beinum tengingum hérðan til Bandaríkjanna og vonandi getur það orðið að veruleika og sérstaklega höfum við vonandi til þess að það verði að einhver leyti á forsendum Íslendinga. Já, þetta er mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast með þessa sölu og máttulega einhver Íslendinga sem eiga hluti í þessu líka. Já, það er eitthvað Íslendingum og ég veit með þess að til þess að líka Íslendingi lífeyrissjóður eiga í þessum tiltekna svissneska sjóði sem er þá að selja. Þannig að þar kemur líka peningur en síðan þetta íslenski stjórnendur í Atnorð vantilega að vera að njóta ríkulega af ávinnings að þessari sölu. Þegar við erum að tala um iðnþýðing og iðnað, Sigurður, nú er Sirius, þeir eru nú vantilega samtökum iðnaðarins eða ekki? Jú, þeir eru það. Ég var í heimsókninni með tjáðum í daginn að sjá framleiðslu á páskaeggjum. Við erum hér stödd í lok febrúar og það er byrjað framlega páskaegg eins og enga sem morgundagurinn. Þannig ég ætla að færa ykkur hérna til að taka með ykkur heim. Páskaegg. Sko, Atnorð er kannski metið á 500 milljarða og nú er Sirius kannski ekki alveg á saman pening en kannski verður þetta bara ekki metið til fjár. Svo ánægður sem fylgir því að borða páskaegg. Og þú heimsóttir Vestmiðjuna daginn? Já, það var mjög gaman að koma þangað og þá var mér sagt að framleiðsla á páskaeggjunum hófst í nóvember. Já. Þetta er mikil vertíð náttúrulega og ég veit að landsmenn vilja allir fá sitt páskaegg. Já, það er sálsög. Það hefur mér sér að verið þannig hvort það var í fyrra eða einhver undanfarin ára það var uppselt. Já, var ekki fyrra hitt sem það kláruðust. Kláruðust fyrir páska, já. Þannig að það er eins gott að vera snemma í því að spýti lofan að framleiða meira. Já. Ég er rétt að koma inn á bara östuðt. Ég sá að Kristrún Frostdóttir, hún var í heimsókn hún var í Úkraínu, þar sem voru núna í síðustu viku liðin 4 ár frá því að átökin þar hófust. Kemur við í Póllandi á leiðinni heim, svo ég fara hún einu í annað og á þar fundi með Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og hún greinir frá því það er greint á því að frá sameiginlegum blaðamannafundi þeirra að það verði hér aðildarviðræður það hvort að ég að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að fara í aðildarviðræður hér á næstu mánuðum.
Sko, ég ætla ekki að slata lengi við þetta, en ég vil samt bara einhvern veginn koma inn á það, þú veist, samningsmarkmiðin og hver var að fara að ræða í þessum aðalviðræðum, það liggur ekkert fyrir. Nei, alls ekki. Þú veist, þannig að það hefur engin umræð á sér stað hérna heima þetta. Nei, og ríkisstjórnin virðist ekki ætla að taka umræðu þetta mál í aðdraganda þess að þessi fyrri þá líklega af 2 atkvæðagreiðslum sem verið haldin þetta, að því ég held og ég segi því miður, ég held að það verið samþykkt að því gefna að verið haldin atkvæðagreiðsla núna í haust að kíkja í pakkan eins og þetta verður selt á þeim nótum, við vitum það alveg. Og sem er ákveðin blekking. Já, og hún tilkynir þetta þannig að ég man ekki til þess að hún hefði áður sagt mér af svona afgerandi hætti það væri búið ákveða að þessi atkvæðagreiðsla hvort að eigi að fara í aðlögunarviðræður við ESB myndi fara fram á næstu mánuðum fyrir en þarna á þessum blaðamannafundi í Pólandi. Þá var þetta búið að vera fréttaflutningur það, byggt á einhverjum sögursögnum með heimildum, en þetta fyrst sem annarkvort Þorgerður eða Kristrún segja bara, og hún gera það þarna á þessum vettvangi í Pólandi. Maður hefði svona frekar vilja að hún myndi gera þetta hérna heima og það væri búið að nánast ákveða að það ætti að gera þetta í haust, sem þá verið að segja með þessum orðum, að því að þingsálunar til hann kemur þetta núna inn á þing hvað allar næstu vikum Já. Og eins og segi Gísli, það er ekki búið að ræða neitt efnislega þetta mál og mér finnst ótækt að það fari ekki fram einhver efnislega umræða þá ákvörðun að byrja að íhuga að fara að ganga inn í ESB áður en að fer fram slík atkvæðagreiðsla. Svo Sigur að nefna áðan varandi hvað Kristján var að leggja áherslu á í aðdraganda kosningabarnar fyrir rúmlega ári síðan. Hún var þetta ekki að tala þessar hluti. Alls ekki. Og það sem ég var alltaf hrifin af því þegar hún mætti í fleiri en eitt viðtölu sem þessi málum bara góma. Hún var að tala mikilvægi þess að ná samstöðum þetta mál hérna heima fyrir. Þú veist, breiðri samstöðu varandi á vinnumarkaði, þú veist, inn á þingi og sem flestum kemur samfélagsins að þetta svo risastór ákvörðun. Og hún sérstaklega tiltók í allan að manni í sumum viðtalum að því hún talaði samstöðu, það var ekki nægjanlegt að vera með 51% meirihluta, það þyrfti helst 2/3. Já. Að þetta það stór ákvörðun. Þannig að mér er alveg skort á því og ég vona að ríkisstjórnin bæti úr því á næstunni að reyna að útskýra hvað unnið með þessu, hvað hún mun leggja áherslu á, eitthvað samningsmarkmið. Af því annars þetta má ekki vera bara umræðum það sem Sigmar Guðmundsson segir við mann, þú veist, treystur ekki þjóðinni. Þú veist, þetta er ekki sérstaklega... Ég held að verður svolítið þannig, sko. Já, og það heldur ekki nægilt bara að vísi að það sé breytt heimsmynd. Þú veist, það alveg breytt heimsmynd. Ég menna, það átta sig allir á því. En ég þarf aðeins meira til þess að útskýra fyrir með þörfun af því að það sé hagsmunir íslenski fólki í því að gangin í ESB. Og það þarf líka þá meðal þess að ræða það hvernig ESB að breytast og miklu veikleika sem sambandið stendur frammi fyrir og hvernig það í hag Íslands að vera partur á því. Já. Það er svona interessanti það, eða áhverti það að Ísland, Noregur og Sviss eru náttúrulega þau ríki sem hafa það hvað best í Evrópu og ekkert er ESB. Bara svona eitt innleika umræðuna, sko. Já. Nei, þú veist, það það ljóst það sem væri og það mjög skililegt, maður sér það eftir þessa frétti sem að voru fyrst hvað í Politico sem hann í svona evrósku útgáfin á Politico vefmiðlunum og hann sem var að vera að greina frá fréttum að í vikunni að það væri verið að boða líklega atkvæðagreiðslu í Íslandi í haust og einsýn að þessum fréttum eftir blaðamannafundi í Pólandi að það þetta menn eru mjög ánægðir í Evrópu og innan Evrópusambandsins að ríki eins og Ísland sé að mögulega skoða gangin í sambandið. Þú þarft, ég man ekki hvenær það gerði síðan það eitt af svona ríku löndunum í Evrópu gangi inn í ESB eða síni áhuga á því. Ég menna það sem hefur þetta verið ríki sem hafa gengið inn í ESB og sýnt áhuga komist inn í ESB eru ríkin sem verður til eftir fall Sovétríkjanna. Og þau höfðu mjög skiljanlega og ríka hagsmuna því að gangin í ESB á þeim tíma. Allt annað gildur Ísland. Ísland eitt ríkasta landin en ESB
myndi greiða með sér að vera inn í ESB. Þannig að það er einhvern veginn að útskýra þetta fyrir almenningi. Er þið netto greiðandi inn í ESB? Já, það blasir við. Þannig að Sigurður, maður bara kennst ekki að fyrir þér, þú talar mikið um það. Já, ég meina við fylgjumst auðvitað mjög grannt með þessu máli og framvindu þess sem sagt félagsmenn í samtökum iðnaðarins eru svona nokkurn veginn ferskur á þjóðinni, þannig að það eru mjög skipta skoðanir innan okkar raða í baklandinu, þannig að við höfum ekki tekið afstöð með á móti aðild, heldur fylgjumst bara vel með náttúrulega því hvenar atkvæðagreiðsla verður og hvernig hún fer fram og hver úrslit hennar verða. En það er alveg rétt að ég meina hingað til þá hefur lítið sem ekkert verið rætt einhver möguleg markmið í þessum viðræðum. Nei, það er þrátt verið það að umræða aðild hafi þetta staðið yfir á Íslandi á einn eða annan hátt í 20-30 ár sko. Já, það er mitt. Og svo heyrum við alltaf fólk segja, já, nú verðum við að fara að taka umræðuna, en hún er náttúrulega búin að eiga sér stað í lengri tíma. Já, mér finnst umræða bara alltaf vera einmitt á þessu nótum, sko, þú veist, svona einhvern veginn kíkipakk, þú veist, það er notað svona frasa, kíkipakkan, svo er fólki, reyndar að selja fólki það að húsnæðislánin verður bara ódýrari, ekki neinu samingi við neitt annað, sko, sem snýr að vinnumarkaðinum eða kaupmætti eða neinu öðru. Þú veist, þannig að menn eru einhvern veginn að tala í svona mjög ofti bara innantómum frösum og einhverjum sem að hafa þannig sem enga merkingu, sko. Nei, þú veist, það er útskýra fyrir almenning hvað til að mynda hvað myndi þýða að því eitt af þessum þessu ríkisstjórn þetta er mikið að horfa til sérstaklega við reistin að Ísland geti þá í framhaldinu tekið upp evru þetta er þetta seikkvært hluturinn sem tekur 10 ár sko það er seikkvært hluturinn að gangi inn í ESB og taka upp evru og það þarf að útskýra fyrir fólki sem ég held að flest venjuð fólk skynnilega átti sig ekki á hvað þarf að gerast á þannig að geta tekið upp evru og þann aga sem það kallar á í ríkisfjármálum og vinnumarkaði og því miður okkur hefur ekki auðnast sjálf að gera hérna undanferðin ár og tíu og þetta er einhvern veginn algjörlega látið vera einhvern veginn að fjalla þetta þessum nótum sem það En hínliðin á þessu er líka að þetta eru umbætur sem að þarf að ráðast í hvort þið er. Hvort sem það er vinnumarkaðslíkanið eða fleiri þættir sem þú nefnir. Tvímælust. Heldur betur. Þá er komið að þeim lið þáttarins sem heitir, svona nýr liður sem ég byrjaði á í síðustu viku bara, sem heitir bara þeim fældið nafni að viðmælendur stíga á svið í ekkoskóm. Þá hef ég falið viðmælendum að einhverju heimavinu, að þið þurfum að koma með efni inn í þáttirinn sem þið viljið ræða eða taka á og meðan þurfum þetta þegar menn stíga á sviðið þurfum menn að vera góðum skóm og það er lendi ekkoskóm þannig að ég kasta boltanum til ykkar hvað komið þið með á borðinu vilt þú byrja? Og ég byrja Já, ég vildi mál sem fréttamál sem kom upp fyrir ekki lengur síðan og hann fekk að mínu viti ekki sérstaklega miklu athygli það var svona trúmagur heiðskjur lofti það var að tilkynntum og ég er svona kannski áhuga þessu að þetta var það sem svona umfjöllun viðskipta umfjöllun sem maður er að fókusara á og það er að tilkynnt núna nýlega samruna birtu lífeyrissjóðs og lífeyrissjóðs verslunumanna þetta eru tveir af stærstu lífeyrissjóðu landsins lífeyrissjóð verslunumanna má sem alveg segja að hann sé kannski stærsti lífeyrissjóðurinn þótt að LSR eigi aðeins meiri eignir og svo Birta sem er fjórustætti lífeyrissjóð landsins og ég leiði mér að segja og ég held að kannski Sigurður getur bætt við það eftir hvort það ekki samfélag með því að þetta komið mjög mörgum á óvart þarna að því marki að því að þetta gengur eftir er þá til lífeyrissjóður sem eru með svona 2500 miljardar eignir í stýringu eru þar alveg til langstæsti lífeyrissjóður landsins og svona rétt að ég held að það hefur vissulega verið svona alveg samruna hrina einhver leiti byrjað á nýja leik að meða lífeyrissjóða en þetta hafa þá verið minnið að meðalstóri lífeyrissjóði sem hafa verið að saminast ekki svona stórir en ekki þess allast þæstu og þarna er þá til að því við tölum oft mikið lífeyrissjóðina og kannski sérstaklega ég að þessum vettvangi að því að lífeyrissjóður eru þetta langsamlega stærstu fjárfestinir hérna á íslenskum fjármálamarkaði og þeir eiga svona
oft og bolt svona kringum 40% af meðaltali í hverju skráðu félagi og svona sem við erum kannski oftast að fókusera á, en þeir eru þetta líka alltum líkjandi á skuldabréfamarkaði, þeir eru stórir á gjaldeyrismarkaði og svo lengi að myndi telja og þeir eru þetta líka þeir eru ekki stórir en þeir eru stórir þáttakundur ástand bönkunum í að lána til íbúðakaupa. Ef maður fókusur á fjármálamarkaðin þá er þetta lífeyrissjóðir söku starfa sinnar þegar þeir hreyfa sig hvort sem að séu skuldabréfum eða gjaldeyri eða í skráðanfélögum þá getur það haft mikil áhrif á verð þessara fjármálagjörningja. Og þarna ef það verið að samina 2 af 4 stærstu lífeyrissjóða landsins í eitt stóran þá er þetta hljóta að vakna spurningar eitthvað svona samþjöppun sérstaklega eignarhaldi félagi í kaupullinni og þeim óæskilum áhrifum sem kann að skapast. Þeir eignarhlutir þeirra að renna saman? Já, ég get bara nefnt, þú veist, þessir 2 lífeyrissjóðir, af því að þeir eru svo stórir báðir, þá eru þeir fyrir hvorum sig meðal stærstu hlutafa í mjög mörgum félögum, nánast öllum. Og við myndum leggja saman eignarhluta þeirra núna í til að mynda festi og högum, þá myndi þeir fara saman með 90% hlut konu sig. Ég geti tekið Kvikubanka sem ég heldur myndi fara saman með 17-80%. Þeir eiga allir 12-13% í Arion. 2 félög sem að saminast. Og svo lengi mætti telja. Já. Og ég svo sem spurði meðal hans seðlabankastjóri þetta daginn og hann var alveg sammála því að þetta væri atriði sem þetta hafi í huga neikvæð áhrifin á þessu samþjöfn eignarhaldi en líka hitt ef þú fækkar svona stórum fjárfestum markaði sem eru með einhverjar vona ég með ólíkar skoðanir á félögum og þróunni og svo lengi með telja í eitt sjóð þá ertu þetta að minnka skoðanamyndun á markaði þú ert að minnka skilvirkni á markaði og svo lengi með telja þannig að ég sakna þess eftir að hafa tilkynnt hann mögulega samruna, þetta er bara nýlega og hófu svona formulega viðræða milli þessar 2 stóru sjóða og sem stýrt þá af formunum stjórna þessar sjóða að það sé ekki meiri umræða kosti og galla þess að þessi sjóður væri sameinaðir. Ég get alveg skilið, það eru þetta alveg rök með því að gera þetta eitthvað kostnaðarhagræði, við erum samt ekki að tala um eitthvað risastóra tölur og svona stór sjóður, þú veist, myndu örugglega geta fengið betri kjör þegar að kemur að því að í fjárfestingu sínum í erlendis í stórum sjóðum þar og svo mætti áfram telja, ég skil það alveg en ég held að það þurfa að huga þessum hlutum í miklu meira mæli og þurfti meiri umræðum það og hann að þessum er ég vekja máls á þessu og hefur svo sem sjálfur skrifað eitthvað þetta vettvangi innarja og hann af því að þetta væri dálítið öfu og átt við það sem ég myndi vilja sjá markaðin hérna heima þróast, það sem vera fleiri þáttakendur á markaðinum, ekki færri, af því að eins og ég nú margótt nefnt hérna í þjóðmálum að við höfum ekkert séð meira af því máli sem síðasta ríkisstjórn var með hugmyndur uppi að leggja fram að auka frjálsræði fólks varðandi hvernig það er aðstafa ségnaspartnaðinu sínum. Stórt mál og bara risastórt mál. Mjög mikið framfaramál. Það væri framfaramál. Þannig að í staðinn erum við þarna komin upp hugmyndum að taka 2 af 4 stærstu samtryggingadeildum lífeyrissjóðskerfisins og setja það saman í eina og búa til ennþá meiri samþjöppun í kerfinu. Þannig að já, þetta þetta kannski við hvað mál fyrir Sigurð að taka áfram, en þetta þetta mál sem þetta forsvarsmenn í atvinnulífinu, hagsmunasamtökum atvinnulífsins þetta stýra einhver leyti. Já, við látum þá nú stundum hérna líka hérna. Þeir eru með helmingina stjórnum þessara sjóða ásamt þetta aðalegu vinnumarkaðarins og ég vona að það sé verið á þeim vettvangi að ræða þessi mögulega samræna meðal hans út af þessu sjónarmiðum. Já. Þetta hlífa Sigurði við að svara þessu en sjáum hvað gerist í þessu næstu vikur.
Sigurður, þú varst með eitthvað mál? Já, mér langar að ræða hérna frétt í vikunni skattgreiðslur Keresis, auka greiðslur á 40 milljarða vegna tilfærslu og hugverkaréttindum frá Íslandi til Danmerkur. Heldur betur. Og þó það séu þetta kannski leitt að sjá réttindin fara til Danmerkur, þannig að framtíðartekjur að fara þá þangað ef við skildar rétt, að þá er þetta mjög góðar fréttir fyrir ríkissjóð. Þannig að kemur ríkissjóði yfir núlli öllu og breyttu. Væntanlega, þannig að það er mjög góðar fréttir fyrir þetta ár. En í stóru myndinni þá sýnir þetta vel þau gríðarlegu verðmæti sem að hafa orðið til og eru til staðar í hugverkaðinaði hjá fjölmörgum fyrirtækjum sem að hafa verið bara markvisst að byggja upp slík réttindi og á þeim grunni framleiða vörur eða selja þjónustu erlendis. Þannig að þetta eru fyrirtæki sem við þekkjum, fyrirtæki eins og Össur sem við nefndum áðan, Marel, Nox, Keresis og CCP og svo framvegis. Þetta eru nokkur 100 félög náttúrulega. Þannig að verðmætin sem þarna hafa orðið til eru gríðarleg og þess vegna er það ekki úr lausu lofti gripið þegar að við höfum talað um það að hugverkaðinnar geti orðið verðmætasta útflutningsstöðum við lok þessa áratugar. Já. Og allavega þróunin hefur öll verið í þá áttina. Við höfum séð bara vöxt í útflutningstekjum ár frá ári, þannig að vöxturinn er stöðugur, en síðan líka er annar vinkill á þessu og við vorum að ræða það eins áðanvarandi í tengslum við innþingið, sem er það hvað atvinnuuppbygging bara auðvitað allt land skiptir miklu máli fyrir efnahagslífið en líka fyrir nærsamfélagið og við sjáum það bara, við sjáum þessi dæmi víða, ég meina bara hringinn í kringum landið, Grundartangi, við sjáum þetta á Blönduósi, Akureyri, Sauðárkróki, Reyðarfirði, Þorlákshöfn, Reykjanesi og við sjáum þetta líka á Ísafirði, þar sem að Keresis var stofnað og hefur verið starfandi og er með 20 manns í vinnu, ég man ekki hvort það er 60 manns núna að framleiða þessa verðmætu vörur. Þannig að þetta sýnir líka hvað, bæði verðmætinu mikið líka hvað þessi starfsemi skiptir okkur miklu máli. Og við vorum að tala um skattspor iðnaðarins sem að vítt skattspor tæplega 600 milljarðar árið 2024 að sem sagt þaraf er tækni og hugverkaðinnar sem skattspor þess tæplega 186 milljarðar. Þannig að þarna sjáum við líka enn einn mælikvarðan á þessum verðmætum sem að verða til á hverjum degi en líka bara hafa byggst upp með tímanum. Og þá þurfa þetta sjálfsögðu innviðir landsins verið lægi en líka bara einmitt skattaumhverfið og sanngirnisefnin og allt þetta sem við vorum að tala um áðan. En þetta gerist líka vegna þess að það eru skýr umgjörð nýsköpunar á Íslandi er mjög góð og Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Keresis hefur bara sagt það sjálfur að það sé hvergi betra að stunda nýsköpunum á Íslandi en það var allavega þannig þegar hann sagði það fyrir 2 árum síðan og það hefur aðeins orðið breyting núna á framkvæmdinni varðandi skattakvallana að það hefur orðið meiri ófyrirsjáanleiki í því, það er orðið aðeins erfiðara ferli sem að hefur haft neikvæð áhrif og einhverju kannski sjá ofsjónum yfir umfanginu því að það hefur aukist en bara þessi eina greiðsla frá Keresis jafngildir 3 ára umfangi þessa kerfis. Já, ágætt að það er samhengi. Þannig að það er ágætt að skoða þetta í þessu samhengi og líka bara hvað þessir fjármunir sem að þessi hvatar sem að hafa verið við lýði núna í 15 ára eða svo, hvað skipta svakalega miklu máli og ég held ég get alveg fullir það að án þess að þá værum við ekki með þessa stoð af því að það var auðvitað ekki þannig að það hefði bara fyrst verið dugmikli frumkvöðlar á Íslandi núna á þessar öld. Ég meina slíkir frumkvöðlar hafa alltaf verið til en jarðvegurinn hefur bara ekki verið eins frjór. Þannig að með þessu fyrirkomulagi að þá hefur tekist að byggja upp þennan massa. Þannig að við fögnum því og það er meira inni, miklu meira inni. Já, þetta verður
við sáum nú hvernig fyrst þú minnist á þetta sko, hvernig Daði Má Kristófersson, fjármálaráðherra, það var fyrir svona vísið það, hann var ægilega hamingjusamur með þennan búning. Hann má vera það, þetta er mjög góða fréttir fyrir ríkissjóð, virkilega. Við sáum, þú veist, eitt með ríkissjóð, það sem kannski munum að snúa hallanum í afgang, sko, við mötum að sjá til með það, en áhrifum voru líka sjáum við merkjanlega á gjaldeyrismarkaði þegar sagt var að fá fréttinni á þriðjudags morgun, að það var alltaf því, allan að stór partur af því að gengi krónunar styrktist bæði mikið á þriðjudag og miðvikudag og það má beinlínis reykja til þess að gjaldeyrismarkaðurinn var þá að verðleggja það inn að það var að koma 40 milljarða innspýting sem var ekki búið að vænta á þessu ári þegar þessi greiðsla myndi berast og til að setja eitthvað samengi 40 milljarðar er helmingurinn af cirka helmingurinn af svona árlegum hreinum gjaldeyriskaupum lífeyrissjóðanna undanfarin ár sem komið að einu bretti þannig að aftur þess að við talum að Íslandi er lítið land og það er oft svona það er drákvæmt að heyra þetta þessu samengi litli hluti sem geta hreyft bara kerfið heldur mikið Já, og 40 milljarðar svona hvað sagði ég á þann, búningur innspýtingin inn í ríkiskerfið svo sjáum við náttúrulega líka þú veist, það tengst svo sem þess ekki en það er líka Landsbankinn var að tilkynna það að greiða arð Landsvirkjun, við vorum að spáði daginn að arðsemin vantarlega ríki myndi krefja Landsvirkjunum með meiri arðsemi heldur en það var ekki að tinga til óttast það, þú veist, ríkisveitingin eru að greiða arðin inn í ríkissjóð sem að er auðvitað upp og niður og allt það en þú veist, þetta eru upphæðir sem að skipta máli Já, með þótt áhugavert að sjá hann núna undanfarna daga og vikur þegar það verið að koma tilkynningar fyrst á Landsbankunum og síðan Landsvirkjun og Landsnet held í vikunni Ríkissjóður leggur upp í tengslu við fjárlög hvers ás þannig að hversu mikið það mun fá í sinn hlut í arðgreiðslur frá ríkisfyrirtækjum og þannig er fyrst og fremst að ræða Landsbankan, Landsnet og núna í ár er líka verið að ráð fyrir tæplega 4 milljarða arðgreiðslur á Isavia sem hann reyndar ekki árið áður og ég man ekki til þess að það sé búið að vera gegnum gangandi undanfarin ár og arðgreiðslur frá þessum fyrirtækjum átt að skila cirka 55 miljórum í arð til ríkisins Landsbankinn 15 Landsvirkjun tæplega 33 Landsnet 2,8 Isavia 3,8 svo reyndar ég að gleyma Rarik sem átti að vera 2,1 milljarðar Landsbankinn leggur til 90 milljarðar arðgreiðslu sem eru eilítið umfram það sem ríkissjóður hafði áætlað í arð vegna afkomu síðasta árs en er síðan líka búið að sérstaka arðgreiðslu og það má vænta þess að hún verði 15-16 milljarðar vegna þess að Landsbanki fór hún að nýla í sérstaka útgáfu á svona AT1 víkjandi skuldabrifi sem er þá í raun að veru til að skerð af fjármagna slíka arðgreiðslu og í samingi við svona breytingu á fjármagnsskipan bankans á þess að fara eitthvað og hún svo sem kosta alveg sinn pening Landsbankinn að borga 10,5% vexti held ég af þeirri útgáfu Landsvirkjun er að leggja til miklu lægri arðgreiðslu vegna afkomi síðast ás heldur en gert ráð fyrir í forsendum fjárlega ríkissjóðs 20 milljarða, ekki 33 milljarða en líkt og Landsbankinn er stjórn Landsvirkjunar að leggja til sérstaka arðgreiðslu ég held í báðum þessu Af hverju gerist þetta? Það er greinilega vilji hjá eiganda þessa fyrirtækis, ríkinu að stjórnin þessa fyrirtækja nýti sterka fjárhagsstöðu og ég gerir enga athugasemd við það, ég held að bæði þessi félög séu nægilega burðu og sérstaklega Landsvirkjun sem er bara orðin einhvers konar peningamaskína og náttúrulega skuldlaust félag getur greitt svona arð en gleymum samt ekki því að Landsvirkjun er þetta að hann fari í mikla framkvæmdir bara stærsta framkvæmda tímbil líklega í sögu fyrirtæki sem minnir mig að nafnum minn sé búin að vera að nefna trekk í trekk og síðan sá að Landsnet er að leggja til þá arðgreiðslu sem var reiknum með sem má alveg segja að komið sumum spánstri sjónir að bæði Landsnet og Landsvirkjun
verða fyrir einhverju tekjutapi vegna þeirra áfalla sem hafa orðið á Norðuráli en það greinilega allan ekki í tilfelli Landsnets að hafa neitt áhrif á maður er bara líka haldið þá einföld myndu upp að draga að segja að Landsnet og Isavia þau þurfa bara að fara í fjárfestingar. Bæði þessi fyrirtæki að búa mikla fjárfestingar bæði þessi fyrirtæki Sigurður þekki það betur en ég eins og í tilfelli Landsnets það hefur þetta verið líka svona mikil gagnrýni á hálfu stórnotenda í kerfinu og eins Landsvirkjunar að Landsnet svona í skjóli ríkisins í að hann skaffa sér meiri arðsemi heldur en eðlilegt og á sama tíma er verið að greiða mikinn arð til ríkissjóðs sem byrjaði frá árinu 2016 minnum mig og því haldið áfram alltaf svona aðeins meira og meira og Isavia líka fyrirtæki sem síðast ég vissi að stjórn þess fyrirtæki þegar nú bara verið að kalla eftir meiri innspýtingu á hálfu eigandans ríkisins vegna þeirra framkvæmda sem þar eru fyrirhuguð. Þannig að þetta er svona fyrir ekki alveg saman hljóð og mynd í þessu sem að grípa til þess frasa og að það sé verið að búa svona mikla argæslur í summa þessum fyrirtækjum en það er ljóst að ríkið þarna bara að fá sennilega meira út úr þessum 5 ríkisfyrirtækjum sem ég er búin að nefna hérna í sín hlut heldur en áallað í fjárlögum fyrst og fremst eða aðalega vegna þess að stjórnir Landsbankans og Landsvirkjunar eru að fara að koma fram með sérstakar tillögur arðgreiðslu til eigandans. Og þannig að þetta til viðbótar við búninginu og Keresis mun hjálpa þá ríkisstjórninni til þess að mögulega sína fram á eftir ykkur þegar ríkisreikningur ásins 2006 líka fyrir að afkoman að verið mögulega eilítið skári. Og þau séu búin að laga ríkisfjármálin. Kann að vera. Ég veit. Já. En þetta eru mikla fjárfestingar. Við vorum með útboðsþingi í janúar þar sem að stærstu verkkaupa landsins fjalla umfang fjárfestinga árinu. Já. Þá sjáum við það að Landsvirkjun áformar að fjárfesta fyrir 30 milljarða árinu og Landsnet eitthvað undir 15. En hins vegar eru útboð í rauninni miklu meiri. Þannig að Landsvirkjun íhugar eða áformar að bjóða út verk fyrir 90 milljarða sem er náttúrulega tengist á Hvammsvirkjun fyrst og fremst. Og Landsnet er með talsvöldlegri fjárhæð. En þetta er svona, dregur aðeins fram þetta sem að verður að vera að segja þessar miklu framkvæmdir sem eru framöndan. Já, það er Ég hef svona smá fyrirvara á þessum argræslum, sérstaklega Isavia og Landsnet. Maður hefði talið að það væri meiri þörf á því að halda orðum að byggja upp hjá þessum félögum, heldur en að greiða arðin ríkissjóð. Nei, við höfum þetta skýrist dæmi svona er Orkuveitan. Það er sem að gengið alltaf langt fram í það í fyrirtæki mjólkað. Og síðan það kemur þeim tímpúndi að það þarf að fara í argræslunni í fjárfestingar. Það getur peningur. Þá það bara að hækka gjaldskrána. Síðan annar liður sem við erum með, það er hrósvikunar. Ég baði okkur líka að finna eitthvað til að hrósa. Það er með vinnum okkar Hótel Akureyri, besta hótel á Norðurlandi. Segja einhverjir. Já, ég ætla ekki neitt. Hafið þið gist þarna? Nei, því mjög. Þið er þettir. Ég fór henni í sumar bara til þess að fá með konum minna að fá mér drikk hann. Já, í lobbyinu. Bara frábært lobby. Já. Þannig að ég skildi vel hvað að meina Gísli að þetta væri hótel til að gista á. Já, menna sumir fara bara út á lobbyinu, sko. Það er frábært, þau taka alltaf vel á móti manni. Og sækja mann á flugvöllin ef maður flýgur norður. Þannig að það er þetta að hrósa þeim endalaust. En eru þið með eitthvað til að hrósa? Já, ég byrja. Það kann að vera að það sé svona klísukent svona í ljósu umræða síðust daga en hann mér dettur samt ekki neitt betur í hug til að hrósa það er í tilefni þess að það eru 4 ár liðin núna hvað í fyrradag frá því að Rússar hófu innrásarstríð í Úkraínu, þá finnst mér mjög vel við hæfi að hrósvikunar eigi þjóð, stjórnvöld og hermenn í Úkraínu skilið hrósvikunar og það má líka alveg hrósa en bara í út frá eigin hagsmunum okkar fyrir hvað Úkraína hefur gert fyrir okkur, fyrir Evrópu og þá leið Ísland og Vesturveldin með því að hafa staðið með ótrúlegum hætti í vegi fyrir því að Rússar náðu að knésetja á nokkrum dögum í febrúarmánuði 2022 og raun og veru náðu að halda stöðunni bara í þrátefli í 4 ár.
þá hefur Úkraínu tekist að koma í veg fyrir víðtækara stríð gervalla Evrópu. Það er enginn að velkist að það hvað hefði gerst ef Rússar hefur náð tangarhaldi á Úkraínu á nokkrum dögum eða vikum, hvað hefði gerst inn í framhaldinu og hefði aukið líkunar á átökum milli NATO og Rússlands. Þannig að það var ósæðar það. Og hvað hefði gerst líka? Það hefði gerst það að þegar Rússar hefði náð tangarhaldi á Úkraínu og Evrópa berskjölduð vegna þess að hún ekki mann sinna þegar mikið sínum varnarmálum og síðan kom í framhaldinu forseti í Bandaríkjunum sem hefur ekki áhuga á því að standa vörðum öryggi og varnir Evrópu, þá hefur það aukið líkun á því að það hefði orðið kjarnorkuvopna kapphlaup í Evrópu. Það sem ríki Evrópu hefði byrjað að keppast að koma sér upp kjarnorkuvopnum til þess að standa vörð öryggishagsmuni sinna gagnvart Rússlandi. Þannig að það sem Úkraína hefur gert fyrir okkur á þessu 4 árum er ómetanlegt og það er svona, finnst mér frábært að Íslenska ríkið sé að verja fjármannum til þess að styrkja Úkraínu og mætti gera meira að því og með endilega verja þeim fjármannum sem mest má vera til þess að kaupa vopnabúnað sem Úkraína þarf að halda til þess að verja Rússum. Já, þetta var ekkert klísukent. Það var bara hárrétt. Þetta er alveg hárrétt. Mér langar að hrósa frumkvöðlum. Já. Frumkvöðlum sem að leggja mikið á sig til þess að fylgja sínum hugmyndum eftir og breyta þeim í verðmæti. Leggja mikið á sig og leggja mikið undir. Akkurat, bæði, þau gerir nefnilega bæði sko. Og þetta er oft langt ferðalag og þetta er ekki þannig að eins og kannski einhverju geti haldið við Austurvöll að maður bara stofni kennitölu og þá fari peningarnir að streyma. En það þarf að hafa mikið fyrir svo þetta er oft langt ferðalag en svo með þrautsegi og dugnaði að þá er oft hægt að vinna kraftaverk og í þessu samhengi sjáum við líka það sem við höfum rætt inn í þættinum bara árangur Keresis sem að skattgreiðslan skattgreiðslan ríkisins felur í sér og síðan líka það sem vorum að ræða með mögulega sölu á Atnorð þannig að það fyrirtæki yrði þá 3. einhyrningurinn á Íslandi. Þetta er bara merkilegt að þú varst að tala um Keresis áðan og tala um frumkvöðla, sko. Ég meina, Guðmundur Ferström hefur nú lýst í hvernig þau hjónin, sko, sátu stundum eldhúsborð heima á sér og bara klóru sér haustum með því hvernig þetta ganga. Voru ekki að borga sér laun og færðu skrifstofan tímabundi bara heim í eldhús og þetta var alveg brekka í mörg ár. Já, það er ennlega málið. Bara og nokkuð brött brekka á köflum. Ferlinu þegar við sjáum velgengnina en að baki henni er náttúrulega mjög bara blóð, svit og tár og stránt ferli, já. Blóðsvit og tár. Já, mjög gott hrós, mjög gott sjátt, Úkraínu og frumkvöðla. Þannig að það fyrir svona setjulöndin hjá okkur. Ég ætla rétt að við sjáum að sjálfstæðarflokkurinn í Reykjavík, svo við fyrir aðeins inn í pólitíkina, er að fara að kynna lista á Laugardalnum ekki? Jú, ætlar ekki að kynna því næsta salnum. Jú, þannig að ég sá að Bjarni Guðjónsson, hann var að hætta hjá Vís, sem er örugglega bara tilraun. Eitthvað það er sko ég veit að Hildur er búin að vera með svona amper rafstöð í gangi, bara alla sólarhringinn búin að vera að hlaða það búið að vera að vaka lengi, kjörnendur búin að vera að störfum og er að reyna að setja saman þennan lista þannig að þetta er alltaf svo þægilegt að það verið með þetta áskrift og kostar ekki að setja upp þannig að það verður mjög flott að sjá hann lista hvernig, er einhverja væntingar til þessara kosninga í vor? Já, sko, ég hef talsverðar væntingar til kosningunni í vor og það sem að mér finnst vera mjög áberandi ef við horfum bara heilt yfir er það að þarna er nýliðun eða þessi stað, hvað sem við erum að horfa á oddvita eða þá bara neðar á listan, sko. Já. Þannig að það verður svolítið endurnýjun en það er líka bara sömu skilaboð frá meira og minna öllum flokkum sem að boða breytingar. Þannig að hvert sem að lítur eru framboð að tala um það að það sé nóg komið af því plani sem að hefur verið keyrt í borginni og núna þurfum við að skipta kúrs. Þannig að mér finnst það svolítið standa upp úr. Já. Allavega því sem að þeir, sko, ég ætlum kannski ekki að tala um kosningabaráttu, hún er ekki farin að stað, en svona þau skilaboð sem við fengið nú þegar. Sem hafa komið fram nú þegar, já. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það verður. Það verður og hvernig þessi listi lítur út. Það var nú borist fréttir af því að það verði mikil endurnýjun á listanum. Við sjáum bara hvort það rætist eða ekki. Þannig að
ekki sjálfstæðarflokkurinn eiginlega í þeirri stöðu bara að hérna, með mælingar að þú veist, það svolítið hans að klúra þessari baráttu? Jú. Það var ótrúlegt ef sjálfstæðarflokkurinn verður ekki leiðandi flokkur í meirihluta eftir kosningarnar. Það verður að segjast þessu sko. Já. Herðu, svona rétt í lokin, að því að við förum alltaf á Kringlukrána og ég var að segja þeim að Sigurður Hannesson var að koma og hérna, við höfum verið að áreita gesti þar og bjóða þeim að spyrja viðmælandi spurninga. Þannig ég með nokkar spurningar fyrir þér, svona hraðaspurningar sem að ég er ekki búin að undirbúa þig fyrir. Nei, einmitt. Þannig að hérna, já, ekki það kemur í ljós. Þannig að það var eitt sem spurði mig til dæmis sko, þetta var frábær fyrsta spurning sko. Hver er mikilvægasti lærdómur úr vinnunni við afnám fjármálahaftana? Þú ert að sast í nefnd með fleiri góðum mönnum. Já, Ásgeiri Helga og Benedikt Gíslasyni og Jóni Sigurgeirssyni og í fyrra var haldið upp á þau tímamót og það voru 10 ár liðin frá afnámi haftana. Já, akkurat. Þannig að algjörlega, það tókst nú bara mjög vel til, ég held að ég sé ekki einnum frásagnunum það, en hérna, já, það er svo margt sem að tekur út úr því ferli, myndi ég segja, en eitt af því er bara þetta með samhljómina, með því að einhvern veginn að finna rétta flötin og þá er hægt að ná mjög miklum árangri. Og það var það sem gerðist, ég meina það voru mjög skýr skilaboð fyrir kosningarnar í aðdraganda kosningarna 2013. Þannig að Sigmundur Davíð og Framsóknarflokkurinn sem hann stýrið á þeim tíma fengu góð úrslit sem og Sjálfstæðisflokkurinn og náðu saman á svolítið öðrum grunni heldur en fyrir stjórn í þessu máli, sem sagt. Akkurat. Og þannig að með því að bara með góðum undirbúningi og skýrum markmiðum að þá var hægt að ná mjög miklum árangri. Þannig að mér fannst það svona kannski helst í lærdómurinn að þessu. Ok. Annar gestur spurði hvort er mikilvægt fyrir íslenskan iðnað, lægri vextur eða stöðugt gengi? Lægri vextir í augnablikinu, klárlega. Hörður undir það? Ég bara við hefum ekki þurft að hafa áhyggjur af óstöðu gengi hérna svo lengi, þannig að ég held að það væri umræða sem væri bara búin. Krónan hefur náttúrulega verið mjög stöðug gjaldmiðill undanfarin ár. Já. Nei, menn við sjáum bara gengið, þú veist, frá því eftir faraldurinn til að mynda, sko. Þú veist, gengið hefur sveiflast með svona 5 krónu vikmörkum í kringum 145 á móti evrunni. Ég get sagt það þegar ég varð eða hóf störf hjá Samtökum iðnaðarins 2017 að þá var mjög mikil umræða meðal félagsmanna gengið, að það var óstöðugt. En við höfum ekki heyrt á umræðu í nokkur ár. Á meðan að umræðinu vextina er auðvitað mjög hávær því að vextinir hafa mjög mikil áhrif á starfsemi allra fyrirtækja. Heldur betur. Og heimilin alltaf. Önnur spurningu, að þú þurftur að velja stofna nýtt nýsköpunarfyrirtæki eða kaupa í rótgrónu iðnaðarfyrirtæki? Stofna nýtt. Já, á hverju? Ég held að það sé svona bara út frá mér, ég held að það væri meira spennandi að fara af stað með hugmynd og þróana þó að það sé mjög erfitt. Ok. Hvort eru orkuskortur eða skortur að vinnuafli meiri áskorun á næstu árum? Orkuskortur. Já. Sjáum við ennþá fram á það? Er ekkert að líkast til í orkumálum sem Nei, sko það náttúrulega er tímabundið staða núna vegna þess að það urðu áföll í iðnaðinum og þá er ég að vísa í stöðuna á Grundartanga hjá Norðuráli. En sem betur fer að þá höfum við fengið jákvæða fréttir af því, þannig að það er að ræta svolítið úr og starfsemin verður þá komin á fullt í mitt þetta ár en það leit út fyrir að það er ekki fyrir í lokás, þannig að þetta eru góða fréttir. En á meðana þá þetta hefur orka ekki eða verið á lausu, talsveit mikil orka. Já. En ég meina þegar að öll framleiðsla er í gangi eins og á að vera þá þetta verður skortur á raforku mjög fljótlega og við skynjum mikinn vilja til uppbyggingar all land. Ég meina ég nefndi gervigreindabyltinguna og gagnaverin en við sjáum þetta bara að tækifærin eru víða en skortur á raforku er sannarlega hamlandi þáttur. Er skortur á vinnuafli ekki erum við ekki að sjá fram á það næstu árum? Ég held að það verði ekki eins mikið vandamál. Það getur vel verið að það verði skortur á vinnuafli en ég minna það hefur alltaf gengið mjög vel að mæta því. Á meðan að ferlið við orkuöflun er svo langt. Það tekur bara áratugi að í raun að reisa virkun með öllu ferlinu.
Hvað eru búin að ræða Hvammsvirkjun lengi? Já, sko, Hvammsvirkjun hefur 30 ár. verið á teikniborðinu í meir en aldarfjórðung. Einmitt. Þannig að það verða meir en 30 ár þegar að hún kemst í gang frá því að fyrstu hugmyndur hana og raunni vinna við hana fór á stað. Þetta er rosaleg tímalind, sko. Þannig að þetta segir sína sögu, sko. Þannig ég er miklu meira áhyggjur af því. Næsta spurning. Ertu reglustryggumaður eða fylgjur í innsæðinu þegar stóru ákvarðanir eru teknar? Dóttir í stærðfræði. Já, einmitt. Sko, ég fylgir nú svolítið innsæðinu en ég minna, maður reynir nú að maður byggir auðvitað sína ákvarðanir á mjög traustum grunni. Þannig að ef að það er að vera reglustryggumaður þá hlýt ég að vera það en auðvitað nota maður innsæði líka. Mögulega getur maður verið bæði, sko. Já, algjörlega. Ég held ég sé bæði. Ég meina maður notar innsæði náttúrulega til þess að meta stöðuna. Hvaða bók ertu að lesa? Hvaða bók ertu að lesa eða á hvaða hlaðvörp ertu að hlusta? Já, ég hlusta náttúrulega á þjóðmál og ýmis önnur hlaðvörp en sko, mitt vandamáli er eiginlega að ég er að lesa mjög marga bækur af því ég næði ekki að klára þær. Ég er svo spenntur að byrja á nýjum þannig að náttborðið er fullt. Þannig að ég þarf vantilega að fá mér stærra náttborð. Já, ekki breyta þessari venju, klára bækurnar. Það er ekki náttúrulega stærra náttborð. En ég les náttúrulega mikið en það er náttúrulega langmest í tengslum við vinnu. Hvernig byrjar vinnundagurinn? Byrjar hann á tölvupóstum eða í dagurinn? Byrjar hann á tölvupóstum eða ferði rekt eða útivist eða afslöpun eða hvernig? Já, dagurinn byrjar nú bara eiginlega undantekninga lítið á því að lesa fréttir. Þannig að fletta mokkanum, kanna miðlana, bæði hér heima og erlendis. Ég fer í ræktina nokkrum í viku, en síðan er ég mættur á skrifstofunum frá 9 og vinnudagurinn er langur. Já. Og í lokin, hvað gerir Sigurður Hannarsson til að kúpla sig algjörlega út? Já, það er nú svo sem ýmislegt. Ég meina mitt helsta áhugamál er stangveiði. Þannig að ég hef reynt að sinna því vel undanfarin ár. Það sinnir henni ekki allan ásins hring samt? Nei, hún er bundið við sumarinn alltaf. En það svo sem kemur sér ágætlega. En síðan er þetta bara, ég er náttúrulega bara mikið áhuga líka á þjóðmálum. Þannig að ég að samina vinnu og áhugamál. En síðan náttúrulega líka bara samverðstundi með fjölskyldu og vinnum. Já. Er einhverju veit að bæta, Hörður? Eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir? Nei, er þetta ekki bara Svo árum fyrir minni helgina? tæmandi umfjöllun hjá okkur? Já, svona, veistu. Nei, það verður áhugavert að sjá þennan lista sjálfstráðan sem ég var að minnast á og svo tekist að halda alveg vel lengdu svona flestum nöfnum eða ekki? Já, það er það er helst þetta nafn Bjarna sem hefur svona verið á reiki síðustu daga. Þannig að ég ætla að kveðja eitthvað með gjöfum. Þið fáið meiri gjöfi. Þið eru búin að fá þetta mat og páskaegg og svo verður að koma til vinaðina í samtöku vinaðarins Mosagenni. Menn þurfa að vera vel byrgir fyrir innlingið, innur fyrir það. Þetta er framleitt í Vestmannaeyjum og ég held að þetta fari aldrei á markað, þannig að þetta, kæra áhorfendur, þetta er ekki auglýsing. Þannig að ég ætla að gefa ykkur þetta. Glæsilegt. Já, þér, þú færir með þetta á skrifstofuna. Takk fyrir, ég hef aldrei smakkað þetta. Og svo eru þetta harfiskunum frá Guttfiski, ísubitandir. Þannig að Frábært. eru þið ekki duglegir í harfiskunum? Jú, mjög. Hottur og góður. Já. Þannig að við erum bara í hotluvörunum. Við lærum að lifa og njóta. Við erum í harfiski og páskaeggjum og alls konar. Já. Með það ekki? Jú. Það eru strákar, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Gaman að fá okkur þáttinn. Við sjáumst á innþingi í næstu viku. Algjörlega. Og hörðu, við sjáumst nörgulega hlutlega áttur, eða ekki? Það ætla ég að vona. Nei, ég held það. Já, ég held það líka. Síðast skiptir sem þið stór stund. Takk fyrir samstarfið. Takk fyrir ágætis kynningi. Takk fyrir samstarfið í þjóðmálum, þetta er búið að vera gaman. En það eru þjóðmálum, þetta er að vera 5 ára. Það er að segja hlaðvarpið. Já. Hvenær var fyrst þetta aftur? Hann var í lok mars, 21. eða 3. Man ekki hvort það var. Já. Þannig að ég ætla að fara núna inn í helginni að byrja að undirbúa eitthvað gott afmæli. Já, flott. Þannig að sjáum til með það. Kannski verið með bóði. Aldrei að vita, það var stiltur. En þið sem hlustuðu, þið sem horfðuð, þakka búlistrákunum fyrir að vera með okkur í dag. Góða helgi.